Komum og tilbiðjum hann, honum sem sigurinn vann, mikið verkað. Sjáinn öll verk frelsarans, ást hans sem vefur af, mikið verkað. Mikið verkað. Og hetja frá himni, þú sigraðir gröf, og allt sem bindur í hlekki og böl og guð. Mikið verk þitt, við frelsum í frelsi, svo fagnandi kál. Ó Jesús, þitt nafni, því upphafið hátt og guð. Mikið verk þitt. Amen. Við erum komin saman hér í dag. Við ætlum að gefa Guði tíma í dag. Við ætlum að vexa með Drottinn. Má ég heyra amen? En ritningarstaður dagsins í eftirvæntingu okkar, sælu vonar að hinn Guð og frelsari vor, Jesú Kristur, opinberist í dýrðinni. Þetta er Títusbréfið 2:13. Við ætlum að lofa hann í dag, við ætlum að gefa honum tíma, við ætlum að gefa honum tækifæri á að snerta okkur og gefa okkur meira af sér í dag og hlusta á orð hans í dag. En syngjum saman og lofum hann því að hann einn verðugur. Við erum ekki hér komin til þess að tóknast hvort öðru, við erum hér til þess að vexa með hann. Amen. Trúr og sannur alla tíð, mikið verk þitt. Og ég veit að þú berst með mér enn, því þitt loforð já og amen. Mikið verk þitt, mikið verk þitt. Og hetja frá himni, þú sigraðir gröf, og allt sem bindur í hlekki og böl og guð. Mikið verk þitt, við dönsum í frelsi, svo fagnandi kál. Ó Jesús, þitt nafni, því upphafið hátt og guð. Mikið verk þitt. Halleluja, Guð, hér ofar öllu. Halleluja, Guð, í breytast muntu. Halleluja, þú allt gjörir vel. Takk Jesús, halleluja. Halleluja, Guð, ofar öllu. Halleluja, Guð, í breytast muntu. Halleluja, þú allt gjörir vel. Allt gjörir vel. Og hetja frá himni, þú sigraðir gröf, og allt sem bindur í hnekki og böl og guð. Mikið verk þitt, við dönsum í frelsi, svo fagnandi kál. Ó Jesús, þitt nafni, því upphafið hátt og guð. Mikið verk þitt, mikið verk þitt, ó Guð. Mikið verk þitt. Takk Jesús, halleluja. Hann hefur svo sannarlega gert mikið verk, halleluja. Og hann heldur áfram að gera verk í okkur. Halleluja. Takk Jesú fyrir þennan dag, að þú hafi gefið okkur þennan dag. Og ég þakka þér fyrir þann heiður að við fáum að lyfta þér upp í dag, Drottinn, því að þú einn ert heilagur, Drottinn. Og ég þakka þér fyrir tækifæri á að vexa með þig, Drottinn. Helgist þitt nafn.
syngja saman. Come open and doors and make way. The King is in the room. The King is in the room. Expect for strongholds to break. We know what you can do. We know what you can do. Gonna see life change, souls saved, broken heart made new. The King is in the room. Freely enthroned you upon our praise. The King is in the room. There's freedom in life anywhere you pray. Jesus, we bow only to you. We're laying down all of our ground. The King is in the room. Tack Jesus, vi lovar dig. Come see all the captives run free. He's tearing down the wall. He's tearing down the wall. There's great shaking power when we sing the name above them all. The name above them all. The King is in the room. Lord, we enthrone you upon our praise. The King is in the room. There's freedom in life anywhere you reign. Jesus, we bow only to you. We're laying down all of our crown. The King is in the room. Fear has to flee. Shame has to leave. Nákvæmlega. Before the King, chain has to break, dry bones away, prepare the way. Fear has to flee, shame has to leave. Before the King, before the King, chain has to break, dry bones away, prepare the way. Lord, we enthrone you upon our praise. The King is in the room. Freedom in life anywhere you reign. Jesus, we bow only to you. We're laying down all of our crown. The King is in the room. Prepare the way. Prepare the way, it's in the room. Prepare the way. Prepare the way, it's in the room. Tack Jesus, halleluja. Dásamlegu Guð sem við eigum, halleluja. Oh, your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. In all my life you have been
are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Takk Jesus, halleluja, við lofum þig drottin. Við gefum þig tilinn í dag drottin. Við þökkum þér fyrir trúfestingina. Frá kyni til kyns, halleluja. Við þökkum þér fyrir náðin og miskun. Halleluja, helgist þitt nafn. Helgist þitt nafn. Heilagur ertu að eilífu, drottin. A thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever.
Hello, friends, and I invite you welcome to this service today. We've had a great weekend, but we've just been worshiping together, lifting our voices, turning our attention to God. And the writer of Hebrews reminds us that worship doesn't end when the music stops. In Hebrews 13, he says, through him, that we were just worshiping and keep on worshiping him, then let us continually offer up sacrifices of praise to God, that is, the fruit of our lips that acknowledge his name. And do not neglect to do good and to share what you have, for with such sacrifices, God is pleased. Notice how these two things are placed right next to each other. Praise with our lips and generosity with our lives. In other words, giving is not a break in worship. It's actually worship continuing in another form. The early church understood this very clearly. They didn't separate spiritual life from practical life. The same hearts that lifted up praise to God were also hearts that shared what they had with others. Paul the Apostle, he touches on this in Galatians 6:6. He says, let the one who is taught the word share all good things with the one who teaches. Don't argue with me, that's scripture. So Paul is not describing a transaction, he's describing a partnership. When people are nourished by the word of God, strengthened in faith, encouraged and corrected. Was anybody corrected here? And built up, they participate in sustaining the life that nourishes them. Giving becomes part of the shared life of the body of Christ. But Hebrews adds something else that gives this whole moment a deeper perspective. Just a few verses later in chapter 13 in Hebrews, it says that leaders in the church, it says this, watch over your souls as those who will give an account. That means the life of the church is not just happening in a present moment, it's happening before the face of God in the light of eternity. One day there will be an account, not in fear, but in truth, of how we cared for one another, how we stewarded what God entrusted us with, and how we participated in the work of the gospel. And that's why the writer calls generosity a sacrifice. Not because it's painful, but because it's something we consciously offer to God. Just like praise rises from our lips, generosity rises from our hearts, that recognizes that everything we have ultimately comes from him. Amen. And notice something beautiful about these passages. There is no pressure, no manipulation, no demand. Just an invitation to live in the freedom of gratitude. We praise him with our lips, we honor him with our lives, and we share what we have as part of the worship we are already offering. So as we give today, we are simply continuing what we began a few moments ago in a song. We acknowledge that God is the source of every good gift, and Scripture tells us that with such sacrifices, praises, and generosity, God is pleased. Father, we just thank you that we can come together in your name. We thank you, Jesus, that you gave all for us, that we might live. Father, I ask you to bless each and every one, touch every heart that wants to take up this invitation to give, to sow into the one who has been teaching us here this weekend. Lord, we want to follow you through your scripture. We want to be obedient children. And Lord, and I ask you to bless each and every one as they go into this new week. Lord, I ask you for new opportunities. Yes. May this be a week of adventure. Amen. And may this be a week where we take a bolder step to speak about you. Amen.
May it be a week that we are unashamed of the gospel of Jesus Christ, because in it is the power of God unto salvation. In the name of Jesus we pray. Amen. Og því sem að skildu ekki Hilmar, þá erum við að fara í samskott. Og Guð blessar glaðan gjafara. Þetta var svona námskeið. En hann mun túlka hérna eftir hann gestin okkar. Við ætlum að halda áfram að taka aðeins lengri löggjörð og bara njótum þess að vera í nærveru Guðs. Ef að þið finnið gæsahúð, þið finnið tár, þið finnið eitthvað, þá er það Guð að pikka í ykkur. Bara svo þið vitið. Það er ekki af því ég syng svo vel. Geti verið líka en en rísum á fætur og syngjum hérna smá í viðbóti. Takk Jesús. Helgist þitt nafn drottinn Jesús. Heilaga nafn þitt drottinn Jesús, lofa þig. All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you worthy of it all. You worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Helgist þitt nafn drottinn Jesús. All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Heilagur ertu nótt og dag, drottinn, að við mættum vera góðilmur í nösum þínum, drottinn, að við mættum lofsyngja þér alla daga. Heilagur drottinn, gefa þér líf okkar, halleluja. Við lofum þig, heilagur, heilagur. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and
Jesús, halleluja. Verðugur ertu drottinn, halleluja. Verðugur ertu alls, halleluja. Know who I am, 'cause I know who you are. Cross of salvation, solely the star. Now I am chosen, free and forgiven. I have a future, it's worth the living. I wasn't made to be tended a grave. I was called by name, born and raised back to life again. I was made for more. Takk Jesus. So why would I make a bed in my shame when a fountain of grace is running my way? I know I am yours. I was made for more. Know who I am, 'cause I know who you are. The cross of salvation was only the start. Now I am chosen, free and forgiven. I have a future, it's worth living. I wasn't made to be tending a grave. I was born by me, born and raised back to life again. I was made for more. So why would I make a bed in my shame when a fountain of grace is running my way? I know I am yours, and I was made for more. Hallelujah, you called out my name, I sing out your praise. Hallelujah, you bury my past, I'm not going there. Hallelujah, you called out my name, I sing out your praise. Hallelujah, you bury my past, I'm not going there. 'Cause I wasn't made to be tending a grave. I was called by name, born and raised back to life again. I was made for more. So why would I make a bed in my shame when the fountain of grace is running my way? I know I am yours. I was made for more. Wasn't made to be tending a grave. I was called by name, born and raised back to life again. I was made for more. Takk Jesus. So why would I make a bed in my shame when a fountain of grace is running my way? I know I am yours. I was made for more. Sing your song, hallelujah. Hallelujah, you called out my name, I
Takk, Jesus. So why would I make a bed in my shame when a fountain of grace is running my way? I know I am yours. I was made for more. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Og allir líðurinn sagði, halleluja. Það svo yndislegt að vera í nærveru Guðs, ekki satt. Það hvergi betra að vera heldur en akkurat hér í nærveru Guðs. Og ég bara þakklátt. Þetta búið að vera frábær helgi. Eru þið ekki sammála, þeir sem hafa verið? Frábær helgi. Ég svo uppörfuð og ég svo spennt fyrir framtíðinni að það hálfa væri nóg. Og ég trúi því, vinir, að hér að rísa upp sterkur her sem tilbúinn að standa með Jesú alveg sama hvað. Halleluja. Og ég ætla bara rétt að minna ykkur á áður en ég leyfi Lí og Hilmar að taka hérna yfir. Við verðum með lofgjörastund á miðvikudaginn og ég hvet fólk til að koma 8:00 á miðvikudagskvöldir verður hér lofgjörastund. Við erum líka með heimahóp alltaf á móti. Þannig að næst lofgjörastund og svo heimahópur eftir það. Líka annað sem ég vildi láta ykkur vita, eins og flestir ykkar vita, þá dó Gúst okkar hérna fyrir skemmstu. Og hann verður jarðsunginn hérna frá Smárakirkju á þriðjudaginn 2:00. Þannig að þeir sem að vilja minnast elsku Gústa, bara hvet ykkur til að koma og hérna vera með okkur. Heiðra líf hans. Yndislegur maður hann Gústi, einstakur Guðs maður. Og ég ætla bara að segja ykkur rétt áður en hann fór, þá sagði hann við hjúkrunarkonuna og hún sá að það styttist í að hann færi og þá segir hann við hana, hafðu engar áhyggjur, ég er búin að sjá Jesú nokkru sinnum, hann að koma að ná í mig. Þetta var Gústi, hann treysti drottni, það bara þannig, einstök trúarhetja. Þannig að mér langar til þess að biðja ykkur að rísa á fætur. Og það yndislegt að vera í lofgjörð, það yndislegt að lyfta upp nafni Jesú, en það sem mest vert, og það það sem búið að vera að kenna okkur alla þessa helgi, það sem að skiptir mestu máli, vinir, það orð Guðs. Það lifandi og kröftugt og beittara sér fyrir tvíeggjuðsverði. Við sjáum bara í kringum okkur að það eru varhugaverðir tímar. Og þá svo mikilvægt að sál okkar sé bara grafin inn í vilja Guðs. Að við séum ekki einhvern veginn á girðingunni, heldur tökum afstöðu með Jesú. Og ég vil bara hvetja ykkur vinir, tökum afstöðu með Jesú. Það engin eins og Jesú. Og ég að segja ykkur það mesta gjöf sem að ég hef fengið í mínu lífi. Það Jesú. Það bara Jesú. Og bara ég hef farið í gegnum alls konar kringumstæður, en út af Jesú, þá hef ég komið niður standandi úr öllum kringumstæðum því að hann verðugur. Hann elskar börnin sín og hann vill þér vel. Hann elskar þig. Þannig að ég vil að við lyftum höndum okkar og við bara lofum frelsarn okkar og opnum hjört okkar fyrir því sem hann vil segja, tala við okkur í dag. Drottin, við bara komum fram fyrir þig, heilagi Faðir. Drottin, við bara lyftum upp nafni þínu, Jesús. Og drottin, ég bara þakka þér fyrir, drottin, elsku þína, ævarandi elsku. Drottin, ég þakka þér fyrir það, drottin minn, að þú ert hér í dag. Þar sem að 2 eða 3 eru samankomnir í þínu nafni, þar ertu mitt á meðal. Og drottin, ég bara bið fyrir þeim sem að gangi í gegnum erfiðleika hér í dag. Ég biði drottin að leysa, drottin, fólk, drottin. Ég biði Jesús bara að drottin minn, Jesús, að það komi opin himinn yfir þann sem að þarf, drottin. Að við fáum, drottin, Jesús, að upplifa frelsi þitt, drottin minn, sem svo sannarlega, drottin, til staðar fyrir okkur. Drottin, ég bið fyrir orðinu sem að framgengur að munni þínum. Ég bið fyrir Líf Reinhard, ég bið fyrir fjölskyldun hans. Ég bið fyrir, drottin, þessu sem að hann að gera, drottin minn. Ég bið fyrir Hilmari þegar hann túlkar orð þitt. Og drottin, ég bið fyrir einu og sérhverju hjarta hér í dag. Við ætlum að opna okkur fyrir þér, drottin. Við ætlum að taka við, drottin, orðinu í gleði. Og drottin, að það beri ríkulegan ávöxt í líf okkar.
Og við byggjum í Jésu nafni og allur líðurinn sagði. Amen. Brother Lee, come on over. And Hilmar. You have this, yes. And we have that up. All right. I'm glad to be here this morning. Það gleður mig að vera hér í dag. It's always amazing to be amongst the people of God. Það alltaf athyglisvert og ádáunarvert að vera innan Guðs líf. Especially when they're walking in the Word of God, prayer, and worship. Sérstaklega þegar fólki að ganga í orði Guðs, bæn og lofgjörð. If you don't enjoy having a good time in a worship service right now, Ef að þú hefur ekki verið að njóta þín í lofgjörðastund núna, heaven is going to be miserable. þá eru himinin ömurlegur fyrir þig. You better buckle up and go to the psychologist. Og það sko þú spennir beltin fyrir þann tíma. All right, for those of you who don't know me, Fyrir ykkur sem ekki þekki mig, I am Lee Brainerd. ég heiti Lee Brainerd. Has Harvey on here, but I'm actually not in North Dakota. Myndin hérna sýnir ákveðin stað sem í Norður Dakota. I'm actually in Oklahoma now. Ég bý í Oklahoma núna. I am a Bible teacher, a prophecy teacher. Ég semst biblíukennari og kenni spádóma ritningarinnar. And my ministry means Truth Fortress. Og þjónusta mín, Súðkýp, þetta nafn þýðir sannleiksvíið. Our number one obligation as a believer Okkar fyrsta erindi sem trúaðir is to the truth that God has given to us. Sannleikurinn sem Guð hefur gefið okkur. We don't know how to walk holy if we don't have truth. Við vitum ekki hvernig að labba í heilarleika ef við höfum ekki sannleika. We don't know what to believe if we don't have truth. Við vitum ekki hverju við eigum að trúa ef við höfum ekki sannleika. All we do is get led astray by anyone that's got a big mouth and talks fun. Við verðum bara afveðleita hverjum stórkjaftinu sem kann að tala flott. So we are going to look at our infinite inheritance. Þannig að við ætlum að núna skoða okkar eilífu arfleifð. Now, yesterday we talked about the battles that we're in. Í gær þá vorum við að tala andlegu baráttuna sem við eigum í. Raise your hands if you're so strong in the Lord you've never got tired in battle. Rétt upp hendina að þú svo sterkur í drottni að þú aldrei þurft að glíma andlega baráttu. I don't see a single hand. Ég sé enga hönd á lofti. When we get our eyes fixed on the job we have and eternal glory, Þegar við einblínum á starfið sem, verksviði sem við eigum að framganga í og hina eilífu dýrð, we have strength inside for the battle. þá höfum við styrkleika innra með okkur fyrir baráttuna. We know that someday we're not going to be in the foxhole anymore. Við vitum að við verðum einn daginn ekki í skotgrófum. We got a mansion in glory. Við eigum dýrlegt heimili á himnum. Whoops, there we go. All right, so we have an inheritance that's pressed out in front of us in the scriptures. Það útlýst í ritningunni svo arfleifð sem okkur tilheyrir. And this inheritance is supposed to be a powerful motivation for us. Og þetta á að vera mikil hvatning fyrir okkur sem eru trúuð. The Bible says in Matthew 6:19 through 21, Í Matthew 16, 19-21, lay up treasure in heaven. þar talar að við eigum að leggja upp fjársjóði á himnum. When you look at this passage and just read it and trust it, Þegar þú lest þetta vers, þá áttu bara að lesa það og treysta því. it's talking about things that if you had down here on earth, Það verður að tala fjársjóð sem þú hefur hér á jörðu thieves would break in and steal them. og þar segir að það eru þjófar sem geta brotist inn og stólið þessu. Rust and moths and bugs would destroy it. Og það talar að mölur og ryð geti bara tært þetta upp. We have glorious things in heaven Við eigum dýrlega hlut á himnum that nothing can ever destroy. sem að ekkert getur eyðilagt það. Romans 8:18 Í Rómverjabrauðina 8:18 tells us that we have a great glory that's going to be revealed to us. það talað það engin samaburður við þá dýr sem að mun opinberast okkur. If
my mind, when I think about this glory, Í huga mínu, því ég hugsa þessa dýrð, if you can just picture 1,000 train cars full of wealth, þú getur bara séð svona lestarvagn sem bara fullur af fjársjóð, you can wrap your mind around it. þá getur þú svona umvafið hugan og fengið svona hugmynd But in the language of the Bible, En á tungumáli ritningarinnar, we read in 1 Corinthians 4:17 í 1. Korinthubréfinu 4:17, þá lesum við that we have a far more exceeding and eternal weight of Það glory. segir að við eigum miklu meiri fjársjóð sem við eigum á himnum. As soon as you put eternal or infinite in the equation, Ef við leið og við telum eitthvað eilíft eða eitthvað sem endist að eilífu, þá það nokkuð örugt. you put yourself in a place where your mind simply cannot comprehend it. Þá ertu komin á stað í hugunum sem þú nærð bara valla að höndla þetta hugafærslega. We see amazing, Við sjáum eitthvað meiri háttar and it just keeps going for infinity and eternity. og svo bara heldur það áfram bara inn í eilíðina. Now, we also have a living hope. Við eigum líka lifandi von. This hope is an inheritance that's incorruptible, undefiled, and unfading. Og það segir í 1. Pétursbréfinu að þetta sé von sem ekkert, það segir sem sagt, þessi mikla óforgjöf, flekkljós, ófólandi arfleið sem yður geymd á himnum. You've got more in front of you than merely dying. Þú ert með meira fyrir framaði heldur en bara þú að deyja. You've got more in front of you than being in some kind of a mystical heaven. Þú ert með meira fyrir framaði en heldur einhver svona dulspyggilegan, mystískan heiminn. Where you're somewhere between an angel and a ghost. Það sem að þú að vera einhvers staðar millibila á milli draugs og engils. Kind of there, kind of not there. Nokkurn veginn þarna en samt ekki. Never tasting anything, never touching anything, never eating anything. Aldrei að snerta neitt eða skynja neitt eða höndla neitt. When I was a young believer and I was thinking about heaven, Þegar ég var ungur í trúnni og ég var að hugsa himnaríki, I was thinking heaven was going to be boring. þá hugsaði ég með mér að himnaríki væri bara dauft. Way better than going to hell, Það væri samt skárra en að fara til helvítis, but still boring. en samt svona frekar leiðilegt. But once I got into the Bible and trusted it at face value, En leiðum við fór að lesa Biblíuna og tristinni bara bókstaflega, then you realize heaven is made for human beings. þá gerir við grein fyrir og kemst að því að himnaríki búið til fyrir manneskjur. And heaven is going to be like earth except a million, billion, trillion times better. Það verður svo himni sem á jörðinni svona trilljón sinnum betra. I can hardly wait. Ég get varla beðið eftir þessu núna. Now, there's two common mistakes that people have that undermine the Bible's appeal to heaven. Það eru tvö algengustu mistöki sem fólk gerir þegar ritningin fjalla himnaríki. And the first one is people have a theory that we can't know about heaven. Og það svo kenning að fólk heldur í fram, við getum bara ekki vita neitt himnaríki. It's unknowable. Það bara óþekkjanlegt. The other one is their picture of heaven is 24/7, 365 formal worship. Og hinn kenningin að það bara 24/7, 365 daga á ári bara lofgjörð. All right, so the first one is the theory of unknowability. Þannig að við skulum fyrst fjalla þess þessa kenninguna að það ekki hægt að vita neitt himnaríki. There's a lock on the door. Það bara lás fyrir hurðinni. God said, you're going to go to heaven, Guð segir, þið munu fara til himna, but I'm not telling you anything about it. en ég ætla ekki að segja ykkur neitt. It's a surprise. Þetta bara á að koma ykkur á óvart. And you're probably not going to like it that much. Og þið með hvað sem ekkert líka þetta mjög vel. But that's not the Bible. En það ekki það sem Biblían segir. You know, the way that people talk about heaven, that you can't know it, they say there's nothing is revealed.
Þegar fólk talar eins og að það sé ekki hægt að vita neitt himnaríki af því að það ekkert opinberað himnaríki. We can only speculate. En við getum alltaf verið með svona vangaveltur. I don't believe it. Ég trúi því ekki. So we're going to look at a few things later on, Þannig að við ætlum að skoða nokkra hluti hérna á eftir and we'll see this is simply not true. og við sjáum bara að þetta einfaldlega ekki rétt. Let me get my slides rolling here. Here we go. Got to move the slides twice. Það þarf að íta á takkan tvisvar. So how about the theory that's 24/7, 365 formal worship? Hvað með þessa kenningu að það verður bara 24/7, 365 á ári verður bara lofgjörð? All you're ever going to do for eternity is stand in front of the throne in formal worship. Allt sem þú gera út, bara alla eilíðina, að standa fram fyrir hásæti Guðs og bara lofa Guð. If you don't agree with this, you feel like I'm unspiritual. Og ef þú samþykkir ekki þetta, þá ertu bara svona, upplifir bara svona eins og þú ert eitthvað óandleg manneskja. And people look at you and say, Og fólk bendir á þig og segir, you are so carnal. þú ert svo holdlegur. Why don't you just want to do nothing but formally worship God? Af hverju vilt ég gera neitt annað en að bara lofa Guð? And I scratch my head and I wonder how come they're so carnal. Og ég klóra mér í hausnum og velti yfir mig, af hverju eru þau svo holdleg? I remember one time a Christian brother got on my case. Ég man eftir að það var einn kristinn bróðir sem var svona að núa mér nasir. I made the offhand comments. Ég svona gerði orð á því. When I get to heaven, I want to slam dunk a basketball. Að þegar ég kem til himna þá langar mér bara svona að tróða almennilega eins og í körfubolta. And he looks at me like I'm crazy and carnal. Og hann bara horfi á mig eins og ég sé ykkur holdlegur hálfviti. Basketball's not fit for heaven. Körfubolta á ekkert heima á himnum. There's no sports in heaven. Það engar íþróttur á himnum. And I looked at him and I said, brother, Ég leit á hann og sagði, bróðir, if basketball is not fit for heaven, ef að körfuboltinn passar ekki á himnum, how come you play basketball and coach basketball and referee basketball? hvernig stendur þá á því að þú þjálfar körfubolta, þú spilar körfubolta og þú ert aðdáandi körfubolta? If it's not fit for heaven, Ef það passar ekki fyrir himnaríki, what are you doing it now? af hverju ertu þá að þessu núna? I told him, I think it's pretty amazing. Ég sagði honum, ég þykir það alveg furðulegt. I think basketball is perfectly fit for heaven. Ég held að körfubolti passi flott inn í himnaríki. I'm just too busy for it down here. Ég bara of upptekinn fyrir það hérna niðri á jörðinni. You think basketball is unfit for heaven, Þú heldur að körfubolti tilheyrir ekki himnaríki and you're swimming in that slop. og þú ert alveg veður í þessu hér á jörðu. What's wrong with this picture? Hvað rangt við þessa mynd? Inconsistent Christianity. Þetta óstöðugur kristindómur. Now, we will have formal worship in heaven, Jú, vissulega mun vera lofgjörð á himnum and it will be going around the clock, og hún verður sólarhringinn, but not every individual will be there the whole time. en ekki sérhver einstaklingur mun vera þar allan tíman. He will be worshipped around the clock, Hann mun vera lofaður allan sólarhringinn, but we're going to be there on regular appointed times, en við munum koma þar á okkar ákveðnu tímum and they're going to rotate. og það verða svona vaktaskipti. We're going to look at that in a moment. Við ætlum að skoða þetta á eftir. But just one more thought before I move on. En ein hugsun í viðbót áður en ég held áfram. Do you really think we're going to get up there and never have another cup of coffee? Haldið þið virkilega að við förum til himna og fáum aldrei kaffibóll aftur? Do you think you're never going to walk on the beach barefoot in the sand again? Heldur þú lappir aldrei berfættur á ströndinni? I don't think so. Ég held að það sé ekki svo. God doesn't think so either. Ég held að Guð haldi það ekki heldur. The way some people think about heaven, Hvernig sumir hugsa himininn, it reminds me það minnir mig á Klaus Schwab. Klaus Schwab. There will be nothing physical to own. Þú myndi ekki eiga neitt There will be nothing physical to do. og það verður ekkert
ekkert sem þú þarft að gera and you will be happy. og þú myndu vera hamingjusamur. That man is a clown. Þetta trúður. And that idea of heaven Og svo hugmynd af himnaríki is not spiritual, it's carnal. ekki andleg, hún holdleg. If it's spiritual, it follows the Bible no matter what it says. Ef þetta andlegt, þá fylgir það ritningu sama hvað segir. And people get these super spiritual ideas. Ef að fólk fær þessa yfir andlegu hugmyndir And they use the super spiritual ideas to overthrow the spirituality of the Bible. og þau nota þessa yfir andlegu hugmyndir til þess að kollvarpa kenningum ritningarinnar. You can't be more spiritual than God. Þú getur ekki verið andlegri en Guð. If you haven't figured that out yet, it's time to. Ef þú ert ekki búin að átta á því að þá komið tími til þess. All right, let's look at the theory of unknowability. Næst ætlum við að skoða þessa kenningu það að það ekki hægt að komast til þekkingar This is just another doctrine Þetta bara ein önnur kenning that takes something clearly taught by the Bible sem tekur ákveðið atriði sem skýrt kennt í Biblíunni and hides it under spiritual sounding dogma. og felur þetta undir svona andlegu dogma. They'll say, well, heaven and eternity, it's other. Og þeir segja himinn og eilífinn, það svona annað. It's way far different than what we have now. Það miklu eða allt öðruvísi heldur en við höfum núna. There's no analogy, no relationship. Og það engin munur eða það ekki hægt að samræma þetta við neitt hér. I believe this is a lie from hell. Ég trúi því að þetta sé lygi frá helvíti. They're getting these lies from Gnosticism and Platonic philosophy. Þetta lygar og gnostisisma og platonisma. The whole message of heaven and the eternal state in the Bible Allt það sem að ritningi segir himnaríki appeals to the human as a human. það á við manneskjuna sem mannesku. It appeals to your human feelings, emotions, and desires. Það á við þínar mannlegu tilfinningar, eftirvæntingar og þrá. This idea that heaven we're going to sit on a cloud and play a harp and we're kind of like a ghost. Eða þessi hugmynd að við munum að himnaríki sé eins og við situm að einhverju svona bómulla ský að spila á hörpu. It's so ridiculous, I can't believe anyone takes it Þetta serious. svo fáránlegt, ég trúi ekki að nokkur trúi þessu. Anyway, let's move on. En við skulum halda áfram. Let's look at the supposed proof that we can't know anything. Við skulum líta á hvort að kenningi standist að við getum ekki vitað neitt. It's a classic example of a half-truth. Þetta klassískt dæmi svona hálfsannleika. 1 Corinthians 2:9. Fyrsta Kórinthubréf 2:9. It is written, En það eins og ritað eye has not seen, nor ear heard, nor has it entered into the heart of man. Það sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki og ekki kom upp í hjarta nokkurs manns. The things which God has prepared for those who love him. Allt það sem Guð fyrirbjóð þeim elska hann. And people will say, Og fólk mun segja, see, brother, sjáðu, you can't know anything about heaven. þú getur ekki vita nokkuð himnaríki. Here's my question. Hér mín spurning. How do they miss the next verse? Hvernig mistuður á næsta versi? Does your Bible only have one verse in it? Biblían þín bara með eitt vers? It says, but God has revealed them to us. En það segir, en oss hefur Guð opinberað hana Through his Spirit. fyrir andan. For the Spirit searches everything. Því að andinn rannsakar allt. Even the deep things of God. Jafnvel djúp Guðs. So, how does the Spirit reveal it? Hvernig opinberar andinn okkar þetta? Did someone fast and pray for 40 days and get a really cool revelation? Var einhver sem fastaði í 40 daga og fekk einhverja rosalega opinberun? No, it spread throughout the Bible in dozens of passages. Nei, þetta á víð og dreif í fleiri versum í Biblíunni. Breadcrumb after breadcrumb after breadcrumb leading to glory.
Það er brauðmóli eftir brauðmóla eftir brauðmóla sem leiður okkur inn í dýrðina. We need to trust these little fragments of truth Við þurfum að treysta þessum sannleiksmólum as promises from the mouth of God himself sem loforð frá Guðs munni sjálfs. that were written to us in the language of children. Þau eru skrifuð til okkur á nokkurs konar barnamáli. What would happen if Dad said to his son? What would happen if a dad said to his son, Hvað myndi gerast ef að faðir segði við son sinn? son, your job is every Friday night, Þitt verksvið hvert föstudagskvöld, you take the trash out and you put it on the curb for the trash man. þú ferð út með ruslið og setur það þarna á götuhornið fyrir ruslabílinn. And the son starts thinking in his own mind, Og sonurinn byrjar að hugsa svona með sér. this is so carnal. Þetta svo holdlegt. My God, my dad could not possibly have meant to literally take the trash out. Að pabbi gæti ekki hafa verið að meina, ég ætti bókstaflega að fara með ruslið út á götuhorn. I think he actually meant Ég tel að hann meinti í raun og veru that my naughty little sister að óþekka systir mín is supposed to scrub the doghouse every Friday night. að hún á að skúra hundahúsið á hverju föstudagskvöldi. Doesn't that naughty little boy deserve a spanking? Á hann ekki skilið flengingu þessi drengur. He didn't take his dad's words at face value. Hann trúði ekki pappa sínum bókstaflega. When it comes to heaven, folks, Þegar kemur að himnaríki, God's speaking to us in plain language. á Guður að tala til okkur á bara einföldu máli, Just like a dad giving his son or daughter chores. alveg svo mamma eða pappi var að segja börnunum að gera eitthvað ákveðið verksvið. We don't need this super spiritual seminary explanations. Við þurfum ekkert yfir andlegan einhverja ráðstöfnu og einhverjar skilgreiningar Which treat the Bible like silly putty. You can twist it and stretch it. sem að meðhöndla Biblíuna eins og svona leir sem þú getur teygt á allan máta. The Bible's not given to us to play with it. Biblían ekki leikfang fyrir okkur. It's given to us to tremble at the plain statements. Það gefið til okkar að við gjörsamlega í lotningu skjálfum frammi fyrir orði Guðs. On every subject. Varðandi hvert málefni. So I've already walked through this a little bit, but I'll just touch on it again briefly. Ég hef aðeins talað þetta áður en ég ætla aðeins að nefna þetta lauslega. The Bible is filled with snapshots of heaven. Það eru svona skjáskot af himnaríki í Biblíunni. We need to trust these plain statements with childlike faith. Og við þurfum að treysta þessum orðum bara með barnslegri trú. Gather up all these pictures like an investigator working a case. Við þurfum að safna þessum gögnum saman bara eins og rannsóknarlögreglumaður sem að rannsaka mál. Now, if we're going to look at this theory of 24/7, 365 formal worship, Ef við ætlum að líta á þessa kenningu 24/7, 365, að það sé lofgjörð allan sólarhringinn, it reminds me of sardines packed in a tin. þetta minnir mig á svona sardínur í dollu. You're going to inherit 3 square feet, that's it. Og þér útlitað 3 fermetrar. 18 inches by 18 inches. Og það eru bara 1,5 sinnum 1,5. Packed in like sardines. Pakkað eins og sardínur. You'll never ever look at the stars again. Þú sérð aldrei stjörnuhiminin aftur. You'll never see the northern lights again. Sérð aldrei norðurljósin framar. You're never going to listen to a babbling brook again. Og þú munt aldrei heyra lækjaniðin aftur. You're never going to get to listen to the wind whistling through the mountains or the trees. Þú munt aldrei heyra vindkviðin í gegnum fjöllin eða trén. Forget about dancing in the snow. Eða hvað þá að dansa í snjónum. 3 square feet. 3 fermetrar. I do not believe it. Ég trúi því ekki. This is false. I reject it. Þetta falskenning og ég hafna henni. What they are missing Hvað eru að fara á mis? is the doctrine of the sonship of the believer. Kenningin svona rétt hins trúaða.
The doctrine of the sonship of the believer is one of the most overlooked teachings in the Bible. Þetta er svo kenning sem er mest eiginlega hunsuð sem fjallar svona réttin í Biblíunni. And you can half understand why. Og þú getur skilið það svona hálft í hvoru. Because much of the church is just carnal and worldly. Af því að mikið af kirkjunni er bara holdleg og heimsleg. And people see through that nonsense. Og fólk utan að það bara sér í gegnum þessa vitleysu. And they get a vision for being a servant of God. Og þau fá sýn á því að vera þjónn Guðs. And everything goes forwards on the grounds of servantship. Og allt hefur sinn framgang eftir því að að það sé þjónustu hlutverk. It's better than carnal Christianity. Ja, það er aðeins skárra heldur en holdlegur kristindómur. But it's not as good as biblical Christianity. En það jafnast ekkit á við biblíulegan kristindóm. If you understand sonship, ef þú skilur svona réttin, it is going to be a blessing to you. þá verður það mikil blessun fyrir þig. Galatians 4:17. Í Galatabriðunni 4:17, This is not Lee Brainerd's theology. þetta er ekki kenningi mín, Lee Brainards. This is a plain statement from God's mouth. Þetta er einföld staðfest ritning frá munni Guðs. You are no more a servant but a son. Þú ert ekkert meiri sonur heldur en þjónn. And if a son, then an heir of God through Christ. Og ef þú ert, þá ertu erfingi Krists. I'm going to start dancing like the Toronto Revival, and I don't even believe in that stuff. Ég bara tek danssporið fyrir að bara trúa þessu. I get so excited thinking about this. Ég verð svo spenntur að heyra þetta. I am literally a son of God. Ég raunverulega bókstaflega sonur Guðs. And I have an inheritance coming. I'm an heir of God. Og ég á arfleið í vændum. You know, people think, oh, I wish I had a rich relative. I wish I was in Bill Gates' will. Ég vildi að þetta ríkan frænda, ég væri í erðaskrá Bill Gates. When you compare Bill Gates to God, Þegar þú berð saman Bill Gates og Guð, wishing you could have Bill Gates' inheritance, og vonandi að þú getur átt hans arfleið, you might as well be wishing as that homeless person under the bridge, you were in his will. þú getur alveg óskaðir að vera á arfleiðsluskrá einhvers heimilislaus sem sefur undir brú. Psalm 16:11. Sálmur 16:11. At your right hand are pleasures forevermore. Það segir, mér fjallu erðarhlutir indali staðir og arfleið mín líkar mér vel. It doesn't say serving forevermore in front of him. Það segir ekki að þjóna heldur fyrir framan hann erðarhlutur. At his right hand we're in Christ's throne with Jesus Christ. Á hægri hönd Jesú Krist, þar sem hann situr við hægri hönd föðursins. Revelation 3:21. Opinbera bókin 3:21. To him who overcomes I will grant to sit with me on my throne. Þann sem sigrar mun ég láta sitja hjá mér í hásæti mínu, As I also overcame and sat down with my Father on his throne. eins og ég sjálfur sigraði og settist hjá föður mínum í hásæti hans. This is in a very intimate relationship. Þetta er mjög náið samfélag. And you can add all the passages on being the bride of Christ. Og síðan getur hlaðið ofan á öllum versunum það að vera brúður Krist. The co-regents with Christ. Það sem við erum samofin Kristi. And being the body of Christ. Að vera líkami Krist. This is very distinct from being a mere servant. Þetta algjörlega aðskilið og fjarlægt hugmyndin að vera bara þjónn. So enter into these truths. Þannig að gangtu inn í þennan sannleika. And be filled with joy the world cannot give and cannot take away. Og láttu fyllast gleðinni sem að heimurinn getur ekki boðið þér. So let me walk through some of the things that are being given to us. Og leyf mér að ganga í gegnum nokkra hluti sem okkur eru gefnir. The glories of our infinite inheritance. Dýrðina í þessari eilífu arfleið. And I'm going to take you where no teacher has taken you before. Og ég ætla að fara með ykkur það sem engin kennar hefur farið með ykkur áður. At least most of you. Ja, flest ykkar.
And what we're going to discover Og það sem að við munum komast að, is that the clues in the Bible lead to this amazing treasure. að það eru gátur eða það eru svona, okkur er gefið merki í Biblíunni að þetta eru frábær fjársjóð. When you finally see it, you're going to stand there gawking in wide-eyed amazement. Og þegar þú sér þessi sáðkotna þá verður þau bara agndofa. This is going to make the treasure of national treasure look like finding a penny on the sidewalk. Og þetta mun verið í líkingu við að finna risa fjársjóð. Þetta mun verið í líkingu svo þú finnir túkall á götuhorni. It's going to make Smog the dragon's treasure look like peanuts. Og það mun líta út eins og fjársjóð drekans sem sum ykkar þekkja úr bíómyndum. Þetta verður eins og bara rekord. Let's start with creation without a purpose. Við skulum byrja á sköpun án tilgangs. Now, we have to start with the assumption that God never wastes anything. Við þurfum að byrja út frá þeirri staðreynd að Guð, hann lét ekkert fara afleiðis. This is called the doctrine of the economy of God. Þetta fjallar ráðhag Guðs, kenningin ráðhag Guðs. He doesn't make any unnecessary things. Hann gerir ekkert sem að hefur ekkert gildi. Now, if our only job in heaven is 24/7, 365 form of worship, Ef að eina hlutskipt og eitthvað væri það að lofa Guð 24/7, 365, then what in the world is the purpose of the New Jerusalem? hvað þá tilgangurinn fyrir Jerúsalem? We don't need this city that's a massive city in its breadth and its width and its height. Við höfum þá ekkert að gera við eitthvað rísa borg sem er útbreidd á alla kanta. We're never going to walk those streets and visit in that park and drink from the river. Við munum aldrei heimsækja þá borg eða drekka úr lækjónum eða neitt þess áttar. You're never going to see the golden streets that we read about. Þú munt aldrei sjá gullgöturnar sem við lesum í Biblíunni. You're never going to see these amazing walls made of gemstones. Og þú munt aldrei sjá þessa safír og gimsteina veggi. You'll never see the amazing gates made out of one solid pearl. Þú munt aldrei sjá gullhlíðir sem búið til bara úr heilstiftu gulli. I'm going to take a rabbit trail here. Ég ætla aðeins að fara í skógaferð hérna. All right, think about this. Hugsið þess aðeins þetta. If we've got gates made out of one solid pearl, Ef við erum með hlið sem búið til úr gulli, and God does eða things perlu, with second causes, God does things with second causes, not immediate miracle. og Guð gerir eitthvað með annan tilgang, That means somewhere in our universe, það þýðir að einhver staðar í alheiminum okkar, there is at least one planet að þá allavega ein pláneta with a massive seas, með alveg fullt af sáðkornum with massive oysters og sem með alveg fullt af ostrum that can make pearls 200 feet high. og það sem geta búið til perlu sem eru bara 200 metra í þvermál. If you're into working with jewels and gemstones and pearls in eternity, Ef að þú veist eitthvað svona guldsmíði eða að vinna með geimsteina og demanta, you have some good times coming. og þá nóg að gera hjá þér framöndan. But let's look at the streets of gold. En við skulum skoða gullgöturnar. Some people say, well, these streets are clear because the gold we have is tainted. Þetta eru svona hreina götur því að gullið okkar, það orðið svona mengað. I don't believe that's true. Ég trúi því ekki að það sé satt. When you take gold as pure as you can possibly get it, Þegar þú tekur gull sem eins hreint og mögulegt it's still gold colored. og það ennþá gullit á litin. This is something better. Þetta betra en það sem Biblían talar There are places in our universe Það eru staðir í alheiminum where gold is different at the subatomic level. sem að gullið öðruvísi And it is clear as glass. og það eins og glært. Anyone with a scientific or an inventing mind can think of thousands of things to do with that. Og einhver með svona vísindalega hugsun, hann getur hugsað þúsundir leiða. But if it's clear as glass in some places, En ef þetta bara eins og gler á sumstöðum, that implies it's also pitch black in some places and every other color that it can possibly be. það gefur til kynna að það getur líka verið svart einhver staðar eða bara alla mögulega liti einhver staðar. Think of the cool things that people that love jewelry can do. Hugsið bara hvað fólk sem að
elskar skarkgrippi getur gert. Or how about people that make fishing lures? Eða fólk sem að býr til svona laxveiðiflugur. Or anything else? Eða hvað sem er. Anyway, let's get back off the rabbit trail. Við skulum fara hérna af krísaukuleiðinni og What is the purpose of the new heavens and the new earth? hver er tilgangurinn með nýr himinn og nýr jörð? If you're never going to turn around and even look at the stars of the planet. Og það sem þú snýrðu við og horfir á stjörnur plánetunar. What's the purpose of the resurrection body? Hver er tilgangurinn fyrir upprisu líkama? If you're never going to eat lamb or eat pizza ever Ef þú again. færið þér aldrei gott lambalegri eða pítsu aftur. If coffee will never touch your lips again. Ef þú færið aldrei dropa kaffi aftur. If you never picked up a guitar or drums or a violin Ef again. þú tekur ekki hljóð fyrir gítar eða fiðlu eða hvað sem er. That is so unheavenly, that thinking. Þetta er svo óhimnesk hugsun. God doesn't make things that don't have eternal purpose. Í skikkan skaparans er ekkert sem að hefur ekki ykkur tilgang. Here's another good point. I love this one. Hér er frábært atrið og ég elska þetta. You will not cease to be a human being in the resurrection. Þú hættir ekki að vera manneskja í upprisunni. You're going to be a glorified human being. Þú verður dýrleg manneskja. Jesus was still a human being in his resurrection body. Jesús hélt áfram að vera manneskja eftir að hann var upprisinn. The story of the upper room and the beach, he looked like a human being. He was a human being. Í textanum í Biblíunni sem talar þegar hann sá þá í lofstofunni, hann leit út eins og manneskja. He still had flesh and bone. Hann hafði hold og bein. He was physical. He could be touched and handled. Hann var líkamlegur, hann var hægt að snerta hann. He was not a ghost or a spirit. Hann var ekki einhver draugur eða andi. His lowly body was transformed to a glorious body. Holdlega líkamans hann var umskipt í dýrðar líkama. And this is what we get. Og þetta er það sem við fáum. We get to be able, just like him, Við verðum eins og hann er. we can walk through a wall or sit in a chair. Við getum labbað í gegnum vegg eða bara setjast í stól. We can interact with physical creation. Við getum átt samskipti við holdlega sköpun. But we're not limited by physical creation. En við erum ekki takmörkuð af jarðneskri sköpun. Man, I feel like doing a Pentecostal happy dance. Mér líður eins og mér langar að taka smá hvítasunnuspor hérna. And we also read in 1 Corinthians 15, Í 1. Korinthubréfi 15, our soulish body is going to be changed to a spiritual body. það segir að okkar jarðneska líkama verður umbreytt í andlegan líkama. I want you to think about this. Ég vil að þú hugsir þetta. Now, sometimes people misunderstand 1 Corinthians 15. Stundum miskilur fólk kaflan í 1. Korinthubréfi 15 And they're thinking carnal versus spiritual. og þau setja þetta sem andstæður holdlegt gegn andlegu. Like sinful versus there's nothing there to touch. Eins og annarkot syndugt eða eitthvað sem hún getur ekki snert. But right now, your soulish body En núna á þessari stundu þá er þinn sálarlegi líkami, is this physical body það er þessi jarðneski líkami immediately connected to your soul. og hann er tengdur sáluðinni. And so your soul is what you love and what you hate, what you prefer, what you don't want to do. That's feelings. Sálin er það sem þú finnur eða það sem þú velur, það er svona valið þitt hvað þið líkar og líkar ekki. This is where the sinful nature is. Og þar er syndareðlið. But in the resurrection, we have a spiritual body. En í upprisunni erum við með upprisu líkama. We still have a soul, Við erum ennþá með sál, but in the resurrection, the soul is the third party. It's not immediately connected to the body. og þá er sálin ekki svona nátengd líkamanum. Your spirit is your ultimate choices, your purposes, it's your heart. Þá er andiðin sem er hjartað þetta og það sem hún gerir allt val og þess áttar. So when the Lord takes the spirit of the believer, Og Drottinn tekur anda hins trúaða, which has chosen Jesus over the world, sem hefur valið Jesú framar heiminum, and right living over wrong living, að lifa rétt frekar en ránt, and he puts them together, og hann setur þetta saman, you'll still have the same soul you always had,
Þú átt ennþá sömu sálinu og hafðir alltaf, but it will be cleansed of all sinful desires. en hún verður hreinsuð af allri syndnarnaut, But it's still your soul. en samt þín sál. I'm looking forward to this day. Ég hlakka til þessa dags. So you are going to have the same soul in eternity. Þannig að þú munt hafa sömu sál í eilíðinni. Matthew 16:25. Matthews 16:25. Now, most of your past verses here are going to say your life rather than soul. Mörg af biblíuversunum sem munu segja líf í staðinn fyrir sál, But the Greek says soul. en gríski textin segir sál. If you save your soul, you lose it. If you lose your soul for Jesus' sake, you find it. Í staðinn fyrir að það segir því að hver sem vill bjarga lífi sinu, eða sem sagt bjarga sálu sinni mun týna henni, og hver sem vill týna sálu sinni mun mín vegna finna hana. Mark 8 says the same thing. It says, except that it says you'll save your soul. Í Markus 8:35 að þá sem að hver sem vill bjarga sálu sinni, og já, And Luke 17 says the same thing. It says, but you'll preserve your soul. og í Lúkas 17:33 að þá segir að þú munt varðveita sálu þína. And John 12:25 says, you'll keep your soul unto life eternal. Og þú munt í Jóhannes 12:25 að þá sem þú munt halda sálu þinni til eilífðar. So what is Jesus saying here? Hvað er Jesús að segja í þessum orðum? He's saying, if you take your soul Hann er að segja að þú tekur sálu þína and you decide, I'm not going to live it to fill my soul with my own worldly and earthly desires. að ég vill ekki nota sál mína til þess að uppfylla hana með jarðneskum nautnum. And I'm going to use my soul right now Ég ætla að nota sálu mína núna for the Lord Jesus' soldiership, discipleship purposes. að vera hermaður og lærisveinn Jesú. I'm not going to walk through this world like it's a playground. Ég ætla ekki að lappa í gegnum að heim eins og þetta sé einhver leikvöllur. I'm going to walk through the world like the battleground it is. Ég ætla að lappa í gegnum heiminn eins og vígvöllurinn sem hann er. He can have my soul for my whole earthly life. Hann getur fengið sálu mína og allt mitt jarðneska líf. And at the rapture, Og við burtrymninguna, I get my soul back. þá fæ ég sálu mín aftur. And he says, here's an infinite utopia Hér er eilífar dýrð, with infinite time and infinite energy eilífa tíma og eilífa kraft, and infinite resources and infinite opportunity. eilífar uppsprettu og eilífa tækifæri. Go fill your soul with anything you please. Fylltu sáluðina núna hverju sem þið listið. You are an heir of God. You're a daughter of God. You're a son of God. Þú ert erfingi Guðs, þú ert dóttir Guðs, þú ert sonur Guðs. Welcome to glory. Velkomin í dýrðina. This is the amazing exchange of faith. Þetta eru þau dásanlegu umskipti sem að þú færð fyrir það að trúa. You quit chasing the soap bubbles of life. Þú hættir að elta sápukúlu lífsins Soap bubbles are hard to catch and impossible to keep. og það er erfitt að elta sápukúlur og það er ómögulegt að varðveita þær. And you chase the treasures of eternity, Og þú eltir fjársjóði eilíðarinnar which are easy to catch and impossible to lose. og það er auðvelt að ná þeim og ógerlegt að missa af þeim. So you have the same soul in eternity. Þannig að þú hefur sömu sálina í eilíðinni. Here's another cool one. Psalm 8, verses 3 through 6. Hér er eitt frábært vers, Sálmur 8, 3-6. I'm focusing on one line. Ég ætla að einblína á eina línu. You have made him to have dominion over the works of your hands. Það segir, þú lest hann verða litlu minni en Guð, með sæmd og heiðri krýndir þú hann. What a blessing this is. Þvílík blessun þetta er. You look at this vast universe. Þú horfir á alheiminn. Stars and solar systems and galaxies and galaxy clusters. Þú horfir á sólarkerfi og heilu pláneturnar.
It's so vast you can't even explain it. Þetta svo víðfræmt að þú getur ekki túlkað þetta. It's the works of his hands. Þetta eru verk handa hans. And he made us to have dominion over the universe. Og hann let okkur ríkja yfir alheiminum. I believe when we get done with 1,000 years, Ég trúi því að þegar 1000 árin eru liðin, the dominion mandate from the book of Genesis að þá skipunum að ríkja úr fyrstu Mósebók, will be expanded from planet Earth to the whole universe. að þá verður það fært yfir, semst frá jörðinni yfir inn í alheiminn. I can hardly wait. Ég get alltaf beðið eftir þessu. All right. Let's go back to 1 Corinthians 15. Við skulum fara aftur í 1. Kórinthubréf og 15. kapla. I am, Is it on? I think it's on. Oh, there we go. Ja, There we go. It was just a hiccup. bara smá hiksti. All right. 1 Corinthians 15, 47 through 49. 1. Kórinthubréf, 15. kapli, 47-9. The first man, Adam, is of the earth and earthly. Hinn fyrsti maður frá jörðu jarneskur. The second man, Jesus, is the Lord from heaven. Hinn annar maður frá himni. As the earthly man, so those that are earthly. Eins og hinn jarneski var, þannig eru og hinnir jarnesku. And as the heavenly man, so also those that are heavenly. Og eins og hinn himneski, þannig eru og hinnir himnesku. And as we have borne the image of the earthly, so we are going to bear the image of the heavenly. Og eins og við höfum borið mynd hins jarneska, munum við einnig bera mynd hins himneska. Now, this passage is misunderstood all the time. Þessi vers eru miskilin í þaula. The Catholics and the Protestants have bungled it terribly. Katholikarnir og mótmælendur, þeir hafa gjörsamlega klúrað þessu. They treat it like it says carnal and spiritual. Þeir horfa á þetta eins og holdlegt versus andlegt. The Lord could have said that if he wanted to, Drottin hefði getað sagt það ef hann hefði viljað það. but he said earthly and heavenly. Hann segir jarnest og himnest. Right now, we are limited to earth. Núna erum við takmörkuð í jörðina. We have to have oxygen and water. Við þurfum súrefni og vatn. If we go to the moon, we can have to take oxygen and water with Ef us. við förum til tunglsins þá þurfum við að hafa meðferðis vatn og súrefni. But in the resurrection body, En í upprissu líkamanum, you'll be able to go to the moon, walk in your bare feet, and have a grill out with steak and corn on the cob. þá getur við labbað berfættu til tunglsins og grillað þarna úti bara. You'll be able to go to Mars and have that red dust between your toes. Og þú getur farið til Mars og verið með svona rauðan sand á milli tonna. You'll be able to go anywhere you want in the universe. You can go ahead. Þú getur farið hvert sem í alheiminum. I'm getting way ahead of myself. Ég að fara fram úr mér þetta. You'll be able to walk and dance on the rings of Saturn. Þú getur labbað og dansað á Saturn. All right, so just keep our minds on the childlike simplicity. En hafið bara huga, þetta verið bara eins og börn. Revelation 21:7. Opinberunarbókin 21 og vers 7. He that overcomes shall inherit all things. Sá sigrar mun erfa allt þetta og já. What's interesting about this is who is sitting in heaven right now. Og það sem áhugavert hver situr á himni núna. Jesus is in heaven right now. Jesús á himni akkurat núna. Not merely and only as eternal infinite God, Ekki bara sem eilífur Guð, but as God manifest in human flesh. heldur sem Guð sem opinberaði sig í holdi. There is a man in glory. Það maður í dýrðinni. There's a human being in glory. Það manneska í dýrðinni. And when this human being comes,
Og þegar þessi manneskja kemur, a human being is going to take ownership of this world over all the works of the devil. og þá mun manneskjan taka rétt sinn yfir jörðinni, yfir öllum verkum And he's óvinnarins. going to bring mankind to where we were supposed to be the whole time. Og hann mun koma manninum á þann stað sem honum var ætlað í upphafi. And what does it mean when we inherit all things? Hvað þýðir að þegar við erfum alla hluti? It's right there in the context. Þetta allt þarna í samhenginu. Verse 1, the new heavens and new earth. Það segir nýr himinn og ný jörð. Verse 2, the new Jerusalem. Which chapter are you in? Oh, we're still in 21:7. Okay. But we're starting in verse 1. Oh, okay. Ég sá nýjan himinn og nýja jörð. And in verse 2, we inherit the new Jerusalem. Og það segir í versi 2 að við erfum nýju Jerúsalem. And in verse 3, we get God the Father dwelling with redeemed mankind. Og það segir í 3. versinu að tjaldbúð Guðs veri meðal mannanna. Little rabbit trail here. Hann mun búa meðal okkur og smá skoðaferð aftur. The Lord never goes backwards. Drottin hann fer aldrei aftur á bak. We have the indwelling Holy Spirit right now, and we have it for eternity. Heila og randi dvelur innra með okkur og við höfum hann til eilíðar. In the resurrection body, Í upprissu líkamanum you will never ever mishear or quench the Holy Spirit again. það munt aldrei misheyra eða kæfa heilagan anda aftur. What a blessing that's going to be. Hvílík blessun sem það er. In the 1,000 years, we get the physical presence of Jesus. Í 1000 ára ríkinu þá fáum við nærveru, líkamlega nærveru Jesú. Now we got the physical presence of two of the Trinity. Þá erum við konum með nærveru þeirra tveggja í þrenningunni. At the end of the millennium, the Father comes down. Og í lok 1000 ára ríkisins að þá stígur Faðirinn niður. The physical presence of all three persons of the Trinity. Og það verður nærvera allrar þrenningarinnar. If that doesn't get you excited, Ef að það gerir þig ekki spenntan, you might want to check your pulse. þá ættir aðeins að taka púlsinn. So, but also in verse 4, Í versi- no more tears, death, or sorrow. Í versi 4 þá verða hvergi, þá ekki meiri harmur, né vein, né kvöl framar, né tár. Verse 5, all things made new. Og í versi 5, allir hlutir gerðir nýir. In verse 6, drink from the river of water of life freely. Og þú getur frjálslega drukkið af lind lífsins vatns. So let's finish this up here in a few minutes. Við skulum ljúka hérna eftir nokkra mínútur. Whoops. Let me go to this one. I missed one. There we are. This is the universe was built for us by the best and most orderly workman of all. This is from Copernicus. Ja, Kópernikus hann sagði, alheimurinn var byggður fyrir okkur af besta og mesta venjulega verkamenni allra tíma. And here we have a far more exceeding and eternal way to glory. Að það meiri yfirgnæfileg dýrð. Já, yfirgnæfandi dýrð. Now, when I think of eternity Þegar ég hugsa eilíðar dýrðina and the promise that we get to ask the Father whatever we want in that day, og við getum beðið föðurinn hvað sem þann daginn, I fully intend to ask God for 10 galaxy clusters. og þá ætla ég að biðja, ég búin að ákveða, ég ætla að biðja Guð að gefa mér svona 10 svona alheims tungl. Not 10 acres, Ekki 10 ekrur, not 10 hectares, ekki 10 hektara, 10 galaxy clusters. 10 svona alheima. And the Lord's not going to look at me and say, wow, you're asking big. Og hann mun ekki horfa mig og segja, þú biður ekki lítið. He's going to say, that's it. Hann segir, bara það. This is like asking Bill Gates for $2 for a cup of coffee. Þetta eins og að biðja Bill Gates $2 fyrir kaffisopa. All right, let's look at our job description in heaven. Nú skulum við líta á verklýsinguna okkar á himnum. Because you will have work in heaven. Þannig að því að það verður verkskipun á himnum. And I say we have 2 jobs in heaven. Það eru tvö verksvið á himnum. Formal worship and informal worship. Það verður þessi almenna, formlega tilbeiðsla og óformleg tilbeiðsla. We all know what formal worship is. Við vitum öll hvað formleg lofgjörð er. What's informal worship? Hvað óformleg
lofgjörð. It's doing the human being things you love doing Það að gera það mannlega sem þér þykir gaman að gera. and being continually wowed at how amazing God is. Og verða enn meira undrandi hversu dásamlegur Guð er. If you work with wood, Ef þið finnst gaman að skera út við you run a piece of wood through the saw, og þú sagar bara þarna einhvern viðaklump you smell the fragrance of the wood, og þú finnur lyktina, viðalyktina you see that grain in the wood, og þú sérð áferðin á viðnum and you say, God, you are so amazing. og þú segir bara Guð, þú ert svo stórkostlegur. If you like in nature, Ef að þú ert svona náttúrudýrkandi you see a sunrise and you say, God, you are so og amazing. þú sér sólarupprás og þú segir bara Guð, þú ert svo frábær. We go through life wowed by God. Við förum í gegnum lífið með Guði And in eternity, you will never have your last wow moment. og í eilíðinni þá verður aldrei síðasta bara villta stundin. Every time you show up for formal worship, Og í hvert skipti sem þú kemur í formlega lofgjörð your heart's going to be filled with fresh wow. og þá eru hjartaðitt fyllt af nýrri og ferskri aðdáun. How is formal worship going to work? Hvernig mun hinn formlega lofgjörð líta út að verka? We see in Revelation 4 and 5, Við sjáum í Opinberunarbókinni 4 og 5, the 24 elders. 24 öldungarnir. Who are they? Hverjir eru þeir? They are the heads of the 24 courses of the royal priesthood. Það eru hendur prestana. Every one of us will be assigned to one of these 24 courses. Það verður allir úthlutað eitthvað á þessu verksviði. We will have our regular times of worship when we're there formally worshiping. Við munum eiga okkar hlutdeild í því þegar við erum í þessari formlegu lofgjörð. Plus all the saints appear at all the feasts and all the Sabbaths and all the new moons. Allar hátíðir drottins og hátíðir og helgidagar drottins og hvíldadagar. So there will be formal worship, Þannig að það verður formleg lofgjörð, but not exclusively formal worship. en ekki aðeins formleg lofgjörð. Now I love the concept of informal worship. Mér líkar hugmyndunum þessi óhefbundna lofgjörð. This gives you a hint of what I'm thinking about. Þetta gefur ykkur hugmyndu hvað ég að spá í. Mixing cowboys and spaceships. Og ég vil blanda saman skúrikum og svona geimflugum. I can hardly wait. Ég get alltaf beðið. But it doesn't matter what you love. En það skiptir einhver máli hvað þér líkar eða hvað þú elskar. Whether it's gardening or painting or art, Hvort það sé garðyrkja eða mála eða einhverja listir, or music or architecture, tónlist eða arkitektúr, math or physics or chemistry. hvort það sé starffræði eða einhver vísindi, How about woodworking, mining, geology? að skera út í við eða grafa í námum eða einhver landafræði, How about caving or diving or hiking? eða fara í hellaskoðun eða kafa eða fara í göngutúra. No matter which direction you go, Það skiptir engu máli í hvað átt þú ferð. there's an infinite variety of things that God has hid to wow us. Það óendaleg það sem Guð hefur gert sem að færa okkur til þess að bara vera í lotningu frammi fyrir honum. And the math geeks are not going to get left out. Og starffræðinördandi, þeir vera ekkert skilnir út undan. They'll never discover the last cool math thing in the universe. Þeir mun aldrei geta klára sig í að reikna út síðasta starffræðidæmið. Let me give you a few things I've thought about. Ég ætla að gefa ykkur nokkur atriði sem ég hugsaði I love honeybees. Ég elska hunangsflugur. I want to raise honeybees in glory. Ég vil ala hunangsflugur í dýrðinni. Can you imagine communicating to your colonies right over here? Þú getur bara átt í samskiptum við hérna býflugnabúðu sem þarna. This year you're only gathering dandelion nectar. Þetta árið þá takið þið bara úr svona sólblómum. And you guys are only going to gather jalapeno pepper nectar. Og þið ætli bara þetta bú mun bara safna úr jalapeno
plöntum. And you're only going to gather lemon blossom nectar. Og þið verðið bara með svona, takið bara af sítrónutré. There are millions of species of flowers on earth. Það eru milljónir tegunda af blómategundum á jörðinni. Every species of flower has unique nectar which makes unique honey. Og það sérhver sem hefur ákveðin keim sem býr til ákveðin keim af hunangi. You can put different kind of honey on your toast every morning for millions of years. Þú getur sett mismunandi hunang og tætnaðar í milljón ár. Here's another cool story. Hér önnur frábær saga. I read a story one time about a man who was a world-class flutist. Ja, það var maður sem var í heimsklassa í flautuleik. He played a gorgeous, gorgeous, expensive flute. Og hann spilaði alveg á rándýra flautu. But he heard there was a solid silver flute in a museum. En hann heyrði af því að það væri til flauta sem var úr hreinu silfri. And I want to play that flute. Hann sagði, mér langar að leika á þessa flautu. So he jumped through a dozen hoops and got permission to play it. Og hann fór í gegn smá krókaleiðir og fekk leyfi til að leika á þessa flautu. And that solid silver flute had an ethereal, a heavenly sound. Og þessi silfurflauta, hún hafði alveg himneskan hljóm. And then he thought, I want to try a gold flute. En þá hugsaði hann, mér langar að pröfa gullflautu. And it had its own unique, distinct, beautiful sound. Og hún hafði alveg einstakan hljóm. And then he tried a solid platinum flute. Og síðan pröfaði hann flautu úr platnum. And it was again unique and distinct. Og það var ennþá mjög sérstakt hljóð sem hún bar. Now, if you love music, Ef þú elskar tónlist, you can just start thinking down making violins and guitars and pianos, and it's endless. þú getur byrjað að láta hugan reika alls konar fiðlur eða píanó, þetta bara óendanlegt. There's hundreds of different woods you can use for making Það violins and guitars. hundruður tegunda mismunandi við sem þú getur notað til að smíða fiðlur. I could keep going for 2 hours, but I know that we need to call this quits pretty quick. Ég geti talað áfram í 2 tíma þetta. Ég veit að við þurfum að koma hér að endalokum. So if you guys are interested, when you get to Glory, Ef þið hafa áhuga, þegar komið inn í dýrðina, come visit my coffee shop on Mars. og þá skulum koma í kaffihúsið mitt á Mars. It's red Planet Beans, Það rauð plánóttu baunir. and there's free coffee for everyone, all you can drink. Og það bara frýtt kaffi fyrir alla, svo þú getur íðilátið. But I also want to have a Starship Enterprise, En ég ætla líka að hafa svona stjörnu fyrirtæki. going from mining operation to mining operation. Það er geimskutlu fyrirtæki sem að fer frá einni námu til annarar. But my big hobby is going to be coffee beans. En stærsta áhugamálið munu vera kaffibönir. And I'm going to have a big glass dome on Mars. Og ég ætla að hafa svona stórt glerhýsi á Mars. So any of you need a job, Og einhver sem að vanta vinnu, here's a picture of my backyard in heaven. hér mynd af bakarinn mínum á himnum. Every one of you is going to visit me at least once there. Þið munu heimsækja mig allavega einu sinni þarna. In my backyard is going to be this big chunk of wilderness. Og það verður svona stór bara, það verður svona víð engi í bakgarðinum. Like mixing Canada and Alaska and Siberia. Það verður svona Kanada, Alaska, Sýbería. I can hardly wait. Ég get alla beðið. So what's your vision of heaven? Hver þín sýn á himnaríki? I want to encourage you to spend a few minutes every day Ég vil hvetja til þess að eyða nokkrum mínútum á dag pondering on the plain statements in the Bible about heaven. íhugaðu ritningaversin sem að tala himnaríki í Biblíunni. Let your heart start entering into what God is giving us. Leyfðu hjartaðin að opnast fyrir því sem að Guð hefur þegar gefið okkur. It helps in the battle. Það hjálpar á vígvellinum. If you never get the new car that you want, Ef þú farið aldrei nýja bílinn sem þið langar í, so what? þá það. You've got a garage full of new vehicles Þú in ert heaven. með bílskúra fulla af bílum á himnum. If you never get your dream country home or vacation, so what? Ef þú færið ekki drauma sumarbústaðinn eða ferðalagið, þá hvað með það? The outhouses in heaven are better than a castle down here. Útikamarinn á himnum er betri heldur en sumarbústaðinni hér. I can hardly wait. It's going to be glorious. Ég get varla beðið, þetta verður dýrlegt. So, folks, Þannig að, góða fólk, you got one short life to be a good soldier.
Þú átt eitt stutt líf til þess að vera góður hermaður Kris. and one long eternity to be a fulfilled human being. Og heila eilíf til þess að vera uppfyllt manneskja. So quit chasing soap bubbles you are going to have a hard time catching and cannot keep. Þannig að hættu að elta þessar sápukúlur sem hún getur hvort sem ekki varfið. And just enter into the truth that you're on the battlefield. Og gangtu bara inn í þennan raunveruleika, þú ert á vígvellunum. Everything you have down here is temporary issue for the war. Allt það sem þú hefur hér bara tímabundið í þessu stríði. Your house is just a foxhole. Húsið þetta bara svona eiginlega skotgröf. Your cars are just battlefield jeeps. Bílarnir, þetta raun og veru bara svona skriðdrekar í hernaði. Everything else is just army issue. Allt annað bara svona hernaðalegt. You're going to use it and throw it. Þú munt nota þetta og henda því. Treat your possessions like toilet paper. Höndlaðu eiguðurinn eins og klósettpappír. You use them and you toss them. Þú notar hann og þú stuttar hann niður. We have to be good stewards of toilet paper. Við þurfum að vera góðir ráðsmenn við varðandi klósettpappír. But still it gets thrown away at the end. En honum kastað í burt í lokin. What person gets caught up about toilet paper when it's been used? Hver að velta fyrir sér notuðum klósettpappír? Don't be caught up on this stuff that we're down here using. Ekki festast í þessum hlutum sem við erum að nota hér á jörðinni. It's just for the battlefield. Þetta bara fyrir vígvöllin. We got glory coming. Það dýrðin að kemur til okkar. So get your eyes wide open and Þannig your að brain einblíni. engaged Og það mun vera algjör umbreyting. and your heart on fire. Og hjarta þetta eldi tekið. And man, have I had a good time being here. Og ég skemmt mér að vera hér með ykkur. May the Lord work powerfully and mightily in you as individuals and in this church, and may the whole of Iceland get rocked by the faith that you have. Megi Drottinn skaka við ykkur og hrista við ykkur og megi Ísland vera hrista þeirri trú sem hann býr í ykkur. May all the blessings of heaven come down upon this church. Megi allar blessanir himins komi við þessa kirkju. Amen and amen. Amen og amen.